Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komiði sæl. Í fyrri hluta þáttarins heimsækjum við Gunnhildi Ásu í gróðurhúsin hennar í Sandgerði. Við förum einnig til Grindavíkur, þar sem sjóarinn síkáti verður haldinn hátíðlegur í 20. sinn nú helgina. Síðari hluti þáttarins verður undirlagður að fótbolta, en sjóarp Víkurhetta myndaði dramatísk augnablik í 2 leikjum þar sem nágrannar úr Keflavík og Grindavík áttust við. Þá erum við á hliðarlínunni með slökkvilis- og sjúkraflutningamönnum í Keflavík, en við byrjum með græna fingur. Garðyrkjufræðingurinn Gunnhildur Ása Sigurðardóttir rekur ásamt eiginmanni sínum Geir Sigurðssyni gróðrastöðina Glitbrá í Sandgerði og blómastofuna Glitbrá í miðbæ Reykjanesbæjar. Á góðviðrisdögum þegar mest að gera hafa komið hátt í 1000 viðskiptavinir og gestir bæði af Suðurnesjum og af höfuðborgarsvæðinu. Þegar Gunnhildur byrjaði að rækta fyrir tæpum 30 árum hafði hún háleitar hugmyndir. Ég flutti frá Noregi 89 og byrjaði þá að leika mér hérna fyrir utan með ræktuna því ég ætlaði að bjarga öllum skaganum. Ég ætlaði að græða upp algjörlega Reykjanesi bara. Svo var það orðið svo dýrt hobby að ég fór að selja og svo bara vatt þetta utan sig, smátt og smátt. Og hvað er þetta orðið stórt núna? Hvað er þetta að rækta á mörgum fermetrum í dag? Ég er með 2 hektara land, en ég er ekki að rækta á því öllu. Og undir plasti og gleri er ég með 900 fermetra. Þetta er bara sýnishorn á gróðurstöð sem ég er með, bara pínulítil, en alveg nógu stór, mikil vinna. Hvernig er svona eins og til dæmis yfir veturinn? Hvað er það að bralla hérna þá? Við erum búin að ganga frá fyrir veturinn bara í enda nóvember eitthvað svoleiðis og svo byrjum við að sá strax í janúar. Þannig ég er í fríi hér í desember og þá er bara brjálæði að gera í búðinni. Gróðrastöðin er svo eina sinna tegundar á Suðurnesjum og því eru sólríkir dagar oft annasamir. Það eru náttúrulega Suðurnesjamenn mjög duglegir að koma, Grindvíkingar, alveg skemmtilegustu konarnir mínir. Og svo kemur fólk helling úr Reykjavík líka, Finnst alveg jafn gaman að koma hingað eins og að fara til Hveragerðis. Það er alltaf að aukast meir og meir að fólk koma úr Reykjavík. Gróðrastöðin er við Stafnisveg í Sandgerði, aðeins nokkrum tugum metra frá ströndinni, svo það getur orðið ansi hvastar yfir vetratíman. En hvernig er svo að vera með gróðrastöð í rokinu? Það er náttúrulega bara bilun í einu orði sagt, Þetta er nú ekki burðug bygging og það getur orðið ansi hvasst hérna og margar andvökunætur á veturnar. Húsið er þó búið að standa í 14 ár og þau hjónin fara bara út yfir vetratíman og skiptum þau gler sem brotna. En hvernig trjámælir Gunnhildur með að fólk gróðursetja á Suðurnesjum? Það er ýmislegt til, en það þarf alltaf að byrja á því að gera skjólið og þá þarf að nota einhverja sterkar plöntur og það er mjög gott að nota einhverja víðitegundir, jörfavíðir eða blendingana, brekkuvíði og viðju eins og grásteinavíðirinn og þollásvíðirinn. Og svo hefur komið mjög vel út fjallarifsiðinn og misspillinn. En það er samt ekki alveg kannski saman, þeir virðast þola seltuna ágætlega. Og svo er náttúrulega reyniviðurinn og öspin, keisaröspin langsterkust, það kemur mjög sjaldan kal eða einhver leiðindi í hana. Og birkið, íslenska sérstaklega emblan. Og svo þegar þú komið skjólið, þá getur þú farið að leika þér. Þá er hægt að gera allt mögulegt inn í garðinum. Er þá hægt að setja upp kirsuberja, tré og gullregn? Já. Fjallagullregnið, þetta sem blómstrar á 17. til 20. ári, það er mjög sterk planta. Og hún þolir ýmislegt, Garðagullregnið sem blómstrar fyrir er viðkvæmara en þrífst mjög vel í skjólgóðum görðum.
Og svo rifsið, ég má eiginlega ekki gleyma rifsinu og hansarósinu af því að það eru eiginlega sterkustu plöntur sem hægt að fá. Hansarósin, hún þolir rosalega mikið og vill helst ekki láta hugsa mikið sig og berjarifsið alveg rosalega góða plöntur og sterkar. Gunnhildur mælir með því að fólk blandi saman nokkrum tegundum á trjám í beð og skjólbelti því alltaf geti komið upp sjúkdómar í einni tegund líkt og gerðist með gljávíðin og hreggstaðavíðin á sínum tíma þegar uppkom riðsveppur sem ekki var ráðið við. Og hvað vinsælt núna í sumar? Það svolítið skrítið, það alltaf vinsælast það sem að blómstra í það skiptið. Til dæmis núna eru kirsuberja, ávaxtatré og allt svona mjög vinsælt af því að það að blómstra. Eftir hálfa mánuð verður geislasópurinn vinsælastur af því þá hann verður eitt gult blómahaf. Þá vilja allir koma að kaupa geislasóp. Svo þegar kvistirnir og topparnir og það byrja að blómstra þá verður það vinsælt, þegar rósirnar fara að blómstra þá allir í rósunum. Þetta skiptir svolítið yfir sumarið. Stjúpa og hádegisblóm eru svo alltaf vinsælustu sumarblómin. Nú hlýtur veðurfarið að skipta svolítið máli hérna í starfseminni. Hvaða tilfinningu hefur þið fyrir næsta sumri? Ég alveg viss að þetta verður glimrandi sumar sem við erum að fá. Ég einhvern veginn hef það mjög sterkt á tilfinningunni að við fáum gott sumar í sumar. Það smá hret núna eða leiðindi og svo þegar það búið þá fáum við sumarið. Já, þú ert ekki bara með gróðrastöð hérna, þú ert með búðir það ekki í Keflavík? Jú, ég með blómastofuna Glitbrá sem blómagjafavöruverslun á Hafnargötu 25. Og ræktarðu blómin sem eru þar til sölu? Ég rækta náttúrulega sumarblómin sem eru þar til sölu. Svo ég að rækta eitthvað svona aðeins svona meðlæti. Svona þetta græna og statiku og eitthvað svona smottir í. Og að gera mig vonur að geta rækta meira fyrir búðina. Og hvernig gengur? Alltaf nóg að gera? Já, það gengur alveg vonum framan. Það rosalega mikið að gera og búið að vera alveg svakalega mikið að gera í búðinni. Bæjarhátíð Grindvíkinga sjóarinn Síkáti. Hátíðin fer fram nú helgina 3. til 5. júní. Sjóarinn Síkáti fagnar 20 ára afmæli í ár og verður mikið lagt í hátíðina og þar verður barnadaskráin í öndvegi. Þó svo aðaldaskráin sé helgina, þá hafa staði yfir viðburðir alla vikuna eins og til dæmis götuhlaup sjóarins Síkáta, þar sem þessar myndir voru teknar. Sjóarn Víkur þetta ræddi líka við fólk í hlaupinu. Þetta götuhlaup sjóarins Síkáta sem árlegur viðburður í tengslu við sjómældarshátíðina. Þá hlaupum við 5 km niður á bryggju og sjálfsögðu og þá þefum aðeins á fjörunni og bátunum og síðan aftur upp í íþróttamiðstöð. Ég nýju glæsilegu íþróttamiðstöðun okkar í Grindavík. Hvaða hlaupadella þetta í þér? Þetta ekki svona eins og gerist þegar menn verða 40 og þá fara eitthvað að hreyfa sig og fyrir svo þau sé standi fyrir 50 ára á skoðun. Ég svona aðeins fann að hreyfa mig aftur og það mjög gott. Ertu búin að vera að taka þátt í einhvern svona lengri hlaupum? Nei, ég hef einu sinni hlaupið hálfmaraþon og svo hljóp ég núna Hvítasunnu hlaup Hauka sem mjög skemmtilegt. En ég að æfa mig fyrir Jökulsárhlaup. Nú framundan mikil hátíð sjóarins Síkáti. Já. Hvers vegna á fólk að koma til Grindavíkur? Það náttúrulega bara til að upplifa þessi stemmingu. Þú upplifir ekkert svona sjávar menningar stemmingu í nágrenni við höfuðborgarsvæðið annars staðar en hér. Þannig að koma svona á bilinu 15–25.000 manns, fer til veðrinu og veðrið lítur vel út, þannig að við höfum vonað fullt af góðum gestum. Og bara nær fólk að skemmta sér og sérstök áhersla á barnamenninguna núna í tilefni 20 ára afmælis hátíðarinnar og 60 ára afmælis sjómanna og vélstjórafélagsins. Þannig að það svona sérstaklega vel í þetta lagt núna. Þannig ég hvet fólk til að koma og taka þátt með okkur. Það mikil hátíð framundan hérna í bænum. Hvers vegna á fólk að koma til Grindavíkur helgina? Af því að það verður til að byrja með bara geggjað veður held ég og útrúlega flott dagskrá. Sérstaklega sýnist mér fyrir börnin sem við erum alveg búin að fara yfir dagskrána fjölskyldan og ákvaða hvað við ætlum að fara í og maður náttúrulega núna komið fjölskyldur sérstaklega þessu fyrir krakkarna, þannig að þeim finnst þetta ótrúlega gaman, gefið mikið að koma einhver tívolítæki og bara ótrúlega gaman. Náttúrulega gaman að fara í skrúðgönguna á föstudagskvöldinu, þar sem hverfin labbar saman í götu og skemmta sér og byggja ball og svo skiptum við þessi pallaball sem
held ég færi nú því miður ekki á þetta skiptið en það verður örugglega tús þannig að það er eitthvað. Þú ert ekkert orðinn of gamall fyrir balla? Nei, það er enginn of gamall fyrir balla sko. Hvað ætlið að gera skemmtilegt á sjóarunum síkáta? Það er bara hefðbundna, ég ætla að taka þátt í og vera með björgunarsveitinni í að stjórna hátíðahöldum kringum sjómataði. Eins og ég er búinn að gera undanfarið 30 ára eða meira. En þú María? Maður reynir bara að kíkja eitthvað viðburði, ég er ekki alveg búinn að ákveða. Það er ýmislegt að vera? Alveg heilmikið. Það er nóg fyrir alla, það er... Eitthvað fyrir alla? Já, það er kraftakeppni, það eru kappróður, kotaslagur og svo bara fullt af listviðburðum og annað sem að... Flott barnadagskrá. Ýmislegt í boði, eitthvað fyrir alla. Hvað ætlar Þorsteinn Gunnarsson að gera á sjóarunum síkáta? Ég er náttúrulega bara að vinna. Alltaf sólarhringinn nánast en jú, maður reynir að skemmta sér eitthvað, maður fer á tónleika og bryggjuballi náttúrulega og svona reynir að gera, þetta er mjög skemmtileg helgi þótt maður sé að vinna því að maður er að reyna að gleðja bæjarbúa og í því felst náttúrulega að maður er svona að reyna að gefa af sér. Með hverju mælirðu fyrir utanbæðarfólk sem kemur hingað? Hvenær ætti það að koma? Það er sjálfsér gaman að koma á bryggjuballi á föstudagskvöldinu. Það er svolítið mikið stemning, þetta er svona grindvíst kvöld þannig að það er svolítið gaman þeir sem finnst gaman að stúdera fólk að finna Grindavíkur stemninguna. Og svo myndi ég mæla með því bara að koma bara í fyrra fötuna á laugardeginum því að dagskráin er alveg frá morgni og alveg fram eftir degi. Það er svona barnadagskráin byrjar svona upp úr 1 og er fram eftir degi, kerir manna mjög stíft þannig að finna allir eitthvað við sitt hæfi og sunnudeginum bara líka vera á laugardeginum er skemmtisiglingin sem er mjög vinsæl og það fari á 2 fiskibátum út fyrir höfnina og aðeins út á sjó og tilbaka svona klukkutíma sigling, mjög skemmtilegt. Og á sunnudeginu, sjómannadeginum, þá er náttúrulega kemur Ólafur Ragnar og flytur hátíðisræðuna en ég er persónulega voða hrifinn af og stoltur af það sem við byrjum á því fyrra. Þá vorum við með fiskabúr, stór mikil sem við fengum Gunnar Kavara með okkur í lið og fleiri fyrirtæki til að finna krabba og fiska og svona og þetta sló alveg í gegn og við verum áfram með þetta og bætum meira sig aðeins í þannig að það er líf og fjör alla helgina. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Líf og fjör í fótboltanum á Suðurnesjum þessar mundir, þrátt fyrir að ekkert lið á svæðinu spili í efstu deild í ár. Í síðustu viku fóru fram 2 stórir nágrannaslagir, þar sem Keflvíkingar og Grindvíkingar böttu kappi bæði í karla- og kvennaboltanum í fyrstu deild. Leikir milli þessara Suðurnesja risa í fótboltanum eru alltaf fjörugir og hart barist. Enda er stoltið og svokallaður montréttur að veði þegar þessi lið mætast.
Að þessu sinni voru það Keflvíkingar sem komu sigur yfir úr báðum viðureignum. Kvennaleikurinn einkenndist af mikilli baráttu en úrslitin réðust með sannkölluðu draumamarki hinnar 16 ára Anítu Lindar Danielsdóttur í blá lokin. Karlalið Keflavíkur hafði 2-0 sigur að þessu sinni þar sem stór mistök Grindvíkinga reyndust dýrkeypt. Maggi, nú fyrsti derbyslagurinn hérna á milli þessara liða í fyrstu deildinni held ég yfir 20 ár. Hvernig leggst þetta? Þetta leggst bara vel í okkur. Við ætlum bara að ná 3 punkti í dag og sigla þessu heim. Það er alltaf gaman að spila derbyleiki. Grindvíkingar á smá flugi, nett vonbrigði hjá ykkur svona. Er ekki mikilvægt að landa þessum 3 punktum eins og segir? Jú, þeir eru bara að standa sig vel og við svo sem erum bara að finna taktinn og engin svo sem vonbrigði en við ætlum að koma sterkir í dag og vinna hann leik. Hvernig leggst svona grannaslagur í þig? Er þetta alltaf svolítið öðruvísi tilfinning að spila á móti Keflvíkingum? Já, það er það. Ég var nú einmitt að segja við strákana inn í klefa. Maður er búinn að fara ansi oft í gegnum þessa leiki og þeir standa upp úr og ég bara hvetja þá í rauninni til að upplifa þessa tilfinningu. Þetta eru skemmtilegustu leikindi, finnst mér sko. Þegar þú varst leikmaður, þurfti eitthvað sérstakt til að gíra mennum fyrir svona leiki. Gerist það svona nokkuð veginn sjálfum sig kannski? Það gerir það. Við leggjum upp úr svona rævalslag. Þetta eru stóru leikir og það finna það allir og ég er bara gaman að því og þetta á að vera stórt dæmi og þetta eru 2 sterk lið sem eiga að vera í úrvalsdeildinni og það gerir þetta svona ennþá skemmtilegra finnst mér. Þetta er umgjörðin frábær og þú veist, við erum í þessu til að upplifa þessa leiki sko. Hvað segirðu, eiga þessi lið ekki að vera slást hérna í úrvalsdeildinni frekar? Jú, það myndum við sjá en við sjáum til í haust. Það væri óskadraumur að við verðum með bæði liðin uppi í haust. Hvernig líst þér á þessa byrjun hjá ykkur Grindvíkingum? Þeir eru á topnum og eru búin að spila glimrandi það sem aðeins sumri? Já, hún er alveg samkvæmt væntingum okkar. Við settum okkur markmið og fengum réttu mennina til að púsla inn í. En við erum með svolítið af meiðslum núna en samt erum búin að ná í 9 stig í 3 leikjum. Þannig að þið er ennþá eitthvað inni? Já, ég til það. Við erum allavega til að hafa breidd. Það er líka við að sé alveg saman hver kemur inn, við erum með góða breidd. Hvað segirðu, fannst þér þetta sanngjarn úrslit? Ég meina bara lið sem skora fleiri mörk sem á að skili sko og þeir gerðu bara engin mistök í dag og það var sem skildi á milli. Við gerum 2 mjög afdrifarík mistök en það er bara eitthvað sem við þurfum að læra af og taka með okkur inn í næstu leiki og reyna að byggja ofan á því að við gerðum okkar hluti svo sem ágætlega. Ég meina þeir voru bæði mörk eru komið á bara eftir einstaklingsmissöku, en það er bara eitthvað sem að gerist. Þetta er liðsíþrótt og það er lítið sem við getum gert í því sem við þurfum bara að halda áfram. Ykkar spil er svo sem fínt, þið haldið bolta vel og svona, þeir líka kannski tilbaka. Vantaði eitthvað upp á í sóknarleikunum? Það vantaði svolítið svona klísju, þetta smiðsöki sko, síðustu sendinguna. En ég meina sjá allir að þeir eru bara að spila sinni bolta og þeir fylgja sínum prinsipum og það virka fyrir þessu leik. En ég meina við verðum bara að sjá til eftir 22 umferðir hvernig þessi taktík virkar saman sko. Hvernig fannst þér svona spila þennan leik? Mikil barátta? Já, bara deildin er rosalega fysisk sko, þannig það komið svo sem ekkert á óvart. Ég meina það var mikið pústra og eitthvað en ég meina það er bara hluti af þessu, þetta er Grindavík Keflavík sko. Hvað segir þetta lítur ansi ljótt vinna derbyslaginn hérna á heimavelli? Já, mjög svo gott og halda hreinu og ég var bara hrikalega ánægður með hvað við vorum svona agaðir og með fókus allan leikinn. Gekk ykkar leikskipulag fullkomlega eftir, þið lágu svona aðeins tilbaka og já, vörðust vel? Já, við ætlum að fara inn í leikinn þannig allavega en sjálfsög hefði maður viljað kannski ná að róa boltan aðeins meira þegar að leiða leikinn en eins og leikurinn þróaðist þá setti þeir svo mikla pressu á okkur og að það gerist oft þegar maður lendir einu marki yfir eitthvað slis að maður reynir eitthvað maður er ekki alveg í taktinum að spila boltan. Hverju erum
Grindavík? Keflavík! Hverjir unnu Grindavík? Keflavík! Hverjir eru bestir? Keflavík! Hverjir eru bestir? Keflavík! Hverjir eru bestir? Keflavík! Hverjir eru bestir? Keflavík! Bestir! Keflavík! Keflavík! Dramatíkin verður ekki mikið meiri en varð í leik Keflavíkur og Grindavíkur í fyrstu deild kvenna. Þegar 3 mínútur voru komnar yfir venjulegan leiktíma, þá gerðist þetta. Hvernig var að smellhitta hann svona í blálokin? Geðveikt, ég veit það ekki. Ég er að fara að grenja, sko. Hvað varst að hugsa? Þú var búinn að taka langan sprett og bara láta vaða? Bara að þurfa að klára þetta. Hitta ramman. Varst þú þreytt til að fara nær? Já, ætti að segja það, sko. Það er gamanlegt að sjá hann bara nánast bara í samskeytunum hana, samskeytin inn. Ég veit ekki hvað ég segja, sko. Það er ekki oft sem að þau vinni Grindavík, þú ert svona í deildarkeppni. Ekki við þetta lið á þeim, nei, sko. Þetta er alltaf annað lið heldur en í faxlarmótinu á þeim. Það er svo sálega með hann að sigur, sko. Maður sá það, þetta er mikla þýðingu fyrir ykkur þessi sigur. Já, heldur betur. Hvernig var þessi leikur? Erfiður leikur? Þetta var náttúrulega stál í stál og virtist alltaf að henda bara 0-0. Já, þetta var erfiður leikur. Það eru drullu góð ár. En við erum með góða hlaupagetu og djúlar. Það skilur okkar sigurum. Kanski þetta var hressileg blaut tuska svolítið í andlitið hann í lokin? Já, frekar sko. Mér fannst við vera búin að reynda svona jafn leikur í fyrri hálfleik en mér fannst við vera mun sterkari í seinni hálfleik og áttum fullt af sénsum svona til að klára það en nýttum það ekki og fengum þetta bara beint í andlitið. Það er þetta klassíska, ef þú nýtir ekki færin þá færðu það stundum í andlitið. Já, þá fær maður að stundum í andlitið, það er bara ekkert svo sem við því að segja. Þetta var frábært skott hjá henni og hitt hann vel og já, hann lá bara. En við erum náttúrulega hundsvektar með að hafa ekki klára leiki. Þið eru með hérna ungt og sprætt lið, hefur það skiljað sér kannski? Þið áttu aðeins inni hann í lokin kannski? Já, held það. Það er svona, þetta er eiginlega bara jafn lifandi að segja samt sko. Hvernig leggst þessi byrjun í þau? Þau byrjaði þetta glimrandi vel? Bara fínt sko, ég var stressað fyrir hann leik. Það er Grindavík en maður þarf að halda kúlunni. Gera það með þessu marki kannski? Já. Draumamark? Já, heldur betur. Slökkvilis- og sjúkraflutningamenn hjá Brunavörnum Suðurnesja skipa stórt hlutverk á öllum heimaleikjum hjá meistaraflokki karla í Keflavík. Þeir sjá öryggisgæslu fyrir dómarateimi og sjá sjúkrabörurnar. Vaktin á fótboltavellinum er svipuð og á slökkvistöðinni, menn vita ekkert hvað dagurinn ber í skauti sér. Já, þetta er orðið ansi mörg ár sem að verið hérna á vellinum og það byrjar þannig að það er sem sagt Ómar Ingimarsson sem er deildarstjóri hjá Brunavörnum Suðurnesja. Hann er einnig í barna- og unglingaráði hjá knattspyrnudeildinni og hann var fenginn í að taka þetta hlutverk að sér að sjá öryggisgæslu hérna og sjúkrabörur á vellinum. Og þetta hefur bara þróast þannig að núna eru hérna alltaf 4 slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn á hverjum einasta heimaleik á Keflavík. Er slegist þetta stöðin að fá að fara á völlin? Já, stundum og stundum ekki, en við erum alltaf 4 og náum alltaf að manna það mjög vel. Og hvert er svona ykkar hlutverk hérna? Okkar hlutverk er fyrst og fremst að vera í gæslu fyrir dómarana og þegar leikurinn er hafinn þá sinnum við hérna börum og við erum með hérna hjartastuðtæki og við erum með súrefnisbúnað og ýmsan annan búnað sem bara sjúkraflutningamenn eru með og ef það koma hérna upp alvarleg slys á vellinum eða ljót brot eða eitthvað líkt þá erum við hérna sjúkraþjálfarar til aðstoðar og berum þá leikmenn utan á vallar og hjálpum það heim að sinna þeim. Hefur eitthvað verið mikið að gera hjá okkur? Það er alltaf, já það kemur alltaf reglulega fyrir og það er nú ekkert langt síðan að við þurftum að sinna hérna einum sem að slasaðist hérna hjá Keflavík en sem betur fer fór það vel. En þau eru, já, ýmis brotin sem við höfum þurft að sinna og það hefur samt heppnast alltaf vel, gengið vel hjá okkur. Skilst að allt síðasta sumar hafi ekki börurnar farið einu sinni inn á völlin? Nei, það er bara gott. Við viljum hafa sem minnst að gera, þannig að þá líður okkur best. En við erum til taks ef þess þarf. Þetta er bara eins og á slökkvistöðinni, við erum alltaf til taks. Lögðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttablað sem dreift er ókeypis á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum.
Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana þá bjóðum við upp á vefsíðuna kylfingur.is. Nú golftíðin komin í fullan sving, eða þannig. Eldri þættir sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma má ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur og sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl. Rólegur Páll, þetta ekki búið. Við endum þáttinn á ungu fólki sem átti í stökustu vandræðum með að koma stóra sjónvarpinu sínu í allt of litla bílinn framan við verslun heimilistækja og tölvulistans í Keflavík á dögunum. Broslega myndir en allt hafðist þetta á lokum. Takk fyrir okkur, verið sæl.